Þín ánægja. Já, komið sæl. Það hringdi töluvert norðanlands síðla dags í gær og svo kom önnur gusa þar inn í morgun og þetta nú svona hefur að gera með lægðir sem eru búin að vera atanvisi hér í kringu landið síðastliðinn sólarhring. En það hefur verið sæmilega milt í okkur, hiti náðu nú 16 stigum í dag og við verðum nú svona dálítið mikið að vinna með þetta 10-15 stiga hita á næstu dögum, allan svona fram í miðja viku. En við sjáum að það lagðir hér klukkan 18 í dag, lagð hér suður af landi, það verður nú svona mikið til staðan hjá okkur þá á morgun einnig sem og næstu daga. Og við fáum hér rigningu víða land, svona slitrótta rigningu í nótt en síðan róa nú til þá sérstaklega norðanlands þegar líður á morgundaginn. Og svona sæmilega milt lofti yfir landinu, allan erum við að fá þetta 10-15 stiga hita og sem nú bara alveg ágætt á þessum árstíma og lítið sem breytist í þeim efnum til morguns, sjáum þó hérna kalt heimskautaloft svona skríða hitur suður sem það langt þó fyrir vestanland og á nærsviðinu þá sjá það svona tiltölulega þéttar þrýstilunir yfir og sérstaklega hérna svona nokkuð hvassvindur yfir vestfjarðakjálkanum, allan þetta 10-15 metrar á sekundu og þegar hér komum sögur klukkan 19 þá sjáum við rigningubað á norðvesturhorninu sem og hér suðaustanlands og við sjáum að svona þegar líður á kvöldu og nóttina þá dreifir nú svona þessi bakki úr sér hér til norðvestur svo við fáum víða slitrótta rigningu þá í nótt og nokkuð samfellt þá hér suðaustan til en þegar komið fram yfir hádegi á morgun þá nú svona nokkuð bjart yfir á Norðurlandi og hitatölur þar geta verið legið þetta í 15-16 stigum en annars það verður skýjað mestu leyti og getur ringt á köflum og hiti svona kannski nær 10 stigunum. Og svo svona smám saman þegar líður á morgundaginn og fram á mánudaginn þá sjáum við þannig svona dregur úr allir úrkomu þegar líður á mánudaginn og orðið tiltölulega þurrt þegar komið fram yfir hádegi og jafnvel þess að fara að rofa til þá hér á vestanverðu landinu getur ringt eitthvað lítilega hér fyrir austan hitatölur svona almennt séð á bilinu 10-15 stig þann daginn en úti við austurströndina þar sem andra hafi verður þetta hugsanlega ekki meira en svona 7-8-9 stig og síðan breytast hlutir nú ekki svo ýkja mikið frá mánudegi til þriðjudags það verður sæmilega bjart yfir hér á vesturhelmingi landsins en mun vera þyngra yfir fyrir austardregur og það getur ringt svona lítillega á köflum áfram og við sjáum þá þriðjudaginn svipaðar hitatölur kannski svona ívið svalara hér fyrir norðan þar sem þetta nú orðið 7-9 eða 10 stig og það svona vísbendingur þar sem að gerir síðan í framhaldinu því að þegar við komum fram á miðvikudag þá svona spár að benda nokkuð eindregið til þess að það fara að skríða hér kaldara lofti suðurs yfir landið og það má sjá þess vísi í þessu korti sem verður með 6-7 stiga hita fyrir norðan og nokkur gráðum hlýra hér sunnan til á landinu en svipa veður og öðru leyti. Austlæga norðaustlæga átt og þetta við yfirleitt á bilinu 3-8 metrar á sekundu. En hvað var það veður í Evrópu? Það hefur svona verið alltaf skúraleiðingar í mið- og vesturhlutanum og norðurhlutanum líka eins og við sjáum hér og spáum upp á nokkuð svipað stöð á morgun en maður mun rigna víða nokkuð duglega á Bretlandseyjum á morgun. Þurfum að leita hér til suðurs, til Ítalíu til að fá fínasta veður, hita vel yfir 20 stig en þó gerir spáum ráð fyrir skúraleiðingum til að mynda í Rómaborg á morgun og miklu þrumuveðri víða í austurhlutanum. En hæðasvæði yfir Íberíuskaganum hiti þar í kringu 30 stigin og jafnvel frá nálgast 40 stigin þá hér síðust á skaganum. Fínasta veður á Kanaríeyjum á morgun en í Norður-Ameríku þá sjáum við að það einnig tiltölulega hár loftþrýstingur hiti í kringu 30 stig nokkuð víða og vel yfir 20 stigum í Kanada.
En enda þetta ekki síðan hér á korti morgundagsins, það er svona, má búast til slitróttar rigningu víða landi í kvöld og í nótt, en ætlar og til norðurlands á morgun. Segjum það gott að verið sæl.